Laugardaginn 29. október verða 2 sýningar opnaðar í Listasafninu á Akureyri, sýning Ásdísar Sifjar Gunnarsdóttur, Sýn í þokunni og sýning bandarísku listakonunnar Joan Jonas, Eldur og saga. Sunnudaginn 30. október klukkan 15 verður svo listamannaspjall með Joan Jonas sem mikill frumkvöðull á sínu sviði. Við litum við á Listasafninu þegar verið var að undirbúa sýningarnar. Þetta eru 2 svona vídeósýningar, það sem að myndbönd og hreyfanlegar myndir skipa svona stóran sess, og það annars vegar hún Ásdís Sif Gunnarsdóttir sem að svona, einn svona frumkvöðlum okkar íslensku hér af sinni kynslóð, hún er fertug. Og hún að undirbúa hér svona heilmikla innsetningu í þessum 2 sölum og verður spennandi að sjá það. Oft er áhorfandi líka þáttakandi í sýningunni, þannig að þetta er svona mjög lifandi sýning. Og hins vegar það hún Joan Jonas sem er bandarískur listamaður. Hún er áttræð og ætlar að koma hingað til okkar og opna semst á laugardaginn. Og verkið sem að hún setur upp heitir Volcano saga og hefur svona Íslandstengingu. Hún gerði það í raun og veru árið 1985 þegar hún kom hingað til Íslands út frá Laxdæla sögu. En verkið hefur hins vegar aldrei verið sýnt á Íslandi fyrr, þannig að það er svona mikill fengur að fá það hingað norður. Og á sama tíma verður reyndar sýning hennar í Listasafni Íslands í Reykjavík, og þar sem að hún að sýna annað verk, Nýrra, sem einnig svona hefur Íslands tengingu, og það byggt á kristnihaldi eftir Jökli, eftir Halldór Laxness, svona í svona víðustu tengingu þess. Og það gaman að stilla þeim 2 upp saman, Ásdísi Sif og Joan Jonas, vegna þess að þetta eru svona alveg svona 2 kynslóðir kvenna sem eru að vinna með vídeó, og það er svona mjög femínískar áherslur hjá þeim báðum. Joan Jonas er einn af frumkvöðlum vídeólistar bara í heiminum, og hún kynntist Steinu Vasulka sem er svona okkar, svona sú fyrsta sem var að vinna með vídeó hér á Íslandi, og þær kynntu semst í New York þar sem Steina bjó, og Joan semst er fædd og uppalin í New York, og þess vegna kemur þessi Íslands tenging saman. Og Joan hefur verið að sýna út allan heim. Hún er prófessor við MIT í Bandaríkjunum, og hún var fulltrúi Bandaríkjanna til dæmis á Feneyjar-tvíæringnum í fyrra, og setti þar upp alveg afar fallega sýningu sem að svona Íslandstenging var líka dálítið inn í. Þannig að það verður gaman að fá þessar listakonur 2. Það eru ólíkar að mörgu leyti, en auðvitað margt sem að tengi þær saman. En svo eru þessar sýningar nú kannski, ég má segja, pínu tímamóta sýningar hér á Listasafninu? Já, heldur betur. Þetta eru í raun og veru síðustu sýningarnar í þessu núverandi húsnæði okkar. Sýningarnar standa hins vegar lengi, þær standa alveg fram á næsta ár, fram í 8. janúar. Og í fyrsta skipti ætlum við að hafa opið yfir jól og áramót. Það bara svona þjónusta við bæjarbúa og gesti auðvitað. Það alltaf að fjölga ferðamönnum yfir hátíðarnar hérna, og þess vegna ætlum við að hafa safnið opið yfir jól og áramót. En síðan verður bara þessari hæð í safninu lokað, og hér hefjast framkvæmdir í byrjun næsta árs. Þannig að þá verður svona langþráður draumur að flytja upp á 3. hæðina, og allt húsnæði verður tekið í gegn. Þannig að við verðum á næsta ári bara í Ketilhúsinu með sýningar, en þangað til getum við notið þessara sýninga hér. Ásdís Sif Gunnarsdóttir hefur vakið athygli fyrir vídeóinnsetningar, ljósmyndaverk og gjörninga. Auk þess að sýna á Íslandi hefur hún sýnt víða erlendis, tekið þátt í fjölda samsýninga og unnið vídeóverk á internetinu. Þetta verður stór vídeólistasýning með samansafn af mörgum vídeóklippum sem ég hef tekið upp síðastliðin ár. Og þetta verður svolítið svona draumkennd sýning, draumkennd og ljóðræn sýning. Og það verður líka eitthvað svona live element, þannig að fólk getur komið inn og séð sjálft sig gegnum kameru en spegla sig leið. Og vídeóverk, þetta það sem þú vinnur aðalega með? Já, þetta minn aðalmiðill. Og ég bara
Og það ekki alltaf sem maður getur gert vídeóinnsendingar af því að maður þarf stóran sal og fullt af myndvörpum og maður þarf hjálp til að setja upp og þannig að alltaf því ég fæ þetta tækifæri þá var ég alltaf rosalega spennt. Ég vil léka bíómynd hjá vini mínum sem frá Frakklandi og hann dáleiðir og hann bjó til bíómynd sem hann sýndi á Rift núna daginn. Það sem að ég og Frans ljóðskáld vorum dáleitt og svo daginn eftir áttum við að skrifa niður texta. Og það sem ég skrifaði niður var þetta, eða sérst ég var reyndar í þoku og fekk þessa sýn. Þá skrifaði ég niður þessa sýn. Þetta kemur eiginlega úr dáleiðslu og svo skrifaði ég ljóð það. Og sýningin byggist á því? Hún byggist á því. Það nefnilega alltaf, hún byrjar eiginlega þar. Og svo núna næstu dag verði ég að byggja upp í framhald af því. Svolítið skemmtilegt með svona vídeólistasýningar, það ekki allir, eins og ég vinn þannig að ég ekki alveg alltaf tilbúin með allt efnið. Ég kem meira svona eins og grafítilistamæður, kem á staðinn og máta hvernig það passar á veggina, finna eitthvað gamalt efni, setja upp og fæ hugmyndir á staðinu. Og hvað það sem fólk má eiga von á að það kíkir hérna á sýninguna? Ég held að það megi von á að sjá sýn, einhvers konar svona öðruvísi sýn bæði á sjálfu sér og að fá eitthvað svona innsýn inn í einhvern annan heim.